komið sæl aftur. Hvernig það að vera fúll? Nei, við verðum nú örugglega öll fúll einhvern tímann á ævinni. Jú, ætli það ekki. Jú, sæl og blessa, Kári. Góðan daginn. Þú ert nú ekki sérlega fúll. Nei, það er lítið það. En það þetta, maður veit fólk sem mjög oft fúll. Já. Svo fúll á móti þessu. Já. Það einhvern veginn þetta nú óánægja svona yndislegt ástand sem að sumum finnst gott hreinlega að vera í og þeir... Þú sagðir yndislegt. Já, það Það er gott að vera fúll. Já, Sumum finnst það. Sumum finnst það og það nú það sem meira að við gerum okkur ekki svona grein fyrir því að við okkar geðslægar orðir langt fyrir neðan meðalag og svo til stór hópur af fólki sem bara sækir hreinlega í það að fara reglulega í fílu með svona reglulegu millibili og þetta verður svona, þetta flokkað undir það að vera eitt af þessum svona útrásastigum sem við sækjum í eins og það að sumir setjast að í skápnum og þeir líður illa. Er þetta ekki þunglyndi sem þetta tala? Nei, þetta fyrst og síðast ávani og þetta miklu meira snýst það að við nánast ákveðum það að vera döpur og leið og óánægð með fullt af hlut og fúl, já. Út í náungan? Já, og bara út í aðstæður í lífinu og hvað sem er. Og þetta svona tekið saman við það að við viljum ekki vera ábyrg, við viljum ekki bera ábyrgð á því hvernig hlutir í lífinu og þá byrjum við að benda puttin fyrir á loft og byrjum að ásaka og förum að segja ef ég byggi nú með betri manni þá væri þetta öðruvísi og ef við ættum öðruvísi bíl og akkur geta þau alltaf gert þetta og við ekki og þannig að við horfum aldrei á það hvað ætla ég að gera í stöðunni og hvað það sem ég get gert í stöðunni heldur byrjum við að horfa í kringum okkur og tengja þessa líðan við einhverja hluti og þetta kallaði við eyrnamerkjum óánægjuna. Er þetta uppeldislegt? Já, þetta nú mér finnst þetta vera dálítið áberandi í okkar ágæta samfélagi að bölsýni dálítið áberandi í þessu samfélagi og leikur dálítið í fjölskyldum og maður sér oft alveg bara heilu hópana sem eru dálítið svona svartir í framann af óánægju og þetta þetta miklu algengar ástand heldur en við gerum okkur grein fyrir. Ég hitti tölvöld mikið í minni vinnu af fólki sem kemur til mín og segir það svo sem ekkert sérstakt að, það bara ekki gaman. Og þá búið að vera svona miklað ástand kannski vikum og mánuðum saman hjá þessum einstaklingum bara því að það ekki tekin markviss ákvörðun það að hafa gaman. Og hvernig gerir maður það? Hvernig rífur maður sig upp úr svona óyndi? Já, það nú maður leggur á stað til móts við hamingjuna og fer að hitta hana á hverjum degi og það eitthvað sem maður þarf að gerast meðvitað. Maður þarf að vera meðvitaður það að velja, að vera hamingjusamur og vera ánægður það að vera frjálst í því það maður á val og ég held að úr því maður hefur valið það að vera óhamingjusamur og þá getur maður valið að vera hamingjusamur en það gerist ekki nema að við tökum ákvörðum það sérstaklega á kvöldin áður en við förum að sofa að hvílast vel í nótt og vakna hress og glaður daginn eftir. En ef bara ákvörðun en ef þetta byrjar kannski á morgnana einmitt og maður vaknar og maður alltaf jafn viðbjóðslega óánægður með það sem maður sér í speglum. Já. Hvernig hægt að snúa þeirri hugsun? Það náttúrulega bara fyrst og síðast að ákveða það sem maður sér í speglinu sé fallegt og frábært og flott. Er bara hreinlega að sleppa því að horfa í speglin? Ég myndi ekki ráðleggja neinum að gera það. Þetta fyrst og síðast iðkun. Alveg eins og hitt hefur komið hægt og rólega með vananum. Við höfum ef við erum alin upp til dæmis í umhverfi sem neikvætt, þá venjumst við hreinlega á það að vera neikvætt. Er það, fólk sem hefur lent í þessu, komið svona bara megn óánægja sem rauður þráður í gegnum þeirra líf, þurfa það ekki hjálp til þess að komast upp? Já, það er aðalega að, oft er það gott að sækja í jákvæða leiðbeiningar eins og bækur jákvæða staðhæfingar. Stundum er þetta sára einfalt hvernig hægt er að breyta hugafarinu til þess að komast út úr svona aðstæðum. Þetta fyrsta lagi átt að segja á því að það ber engin annar ábyrgð á maður hamingju heldur maður sjálfur og það eru einhver hlutir öðrum að kenna heldur en okkur sjálfur. Það er kannski fyrst að byrja á þessu og
sko, maður þarf að vakna á morgnana, sko, hvað sem það er klukkan 6 eða hálf 7 og það fyrsta hugsunin sem að koma upp í hugan að það er frábært að koma í dagur. Það er bara, sko, stórkostlegt að hafa fengið tækifæri til að vakna aftur. Þetta á að geta orðið eðlilegt ástand. En þetta gerist ekki fyrir við förum að iðka þessar hugsanir að það er gaman að vera til, það er gaman að takast á við viðfangsefnin, það er gaman að sko, vera innan það fólk sem við þekkjum og sem okkur líður vel með og svo áfram, koll að kolli. Þannig að þú þess að raunverulega segja þetta sem svona líkamsrækt hugans, þú þarft að stunda þessar æfingar innan með þér. Já, þetta er bara svona andlegt, sko, gym. Þetta er bara andleg líkamsrækt. Og þú semst að segja það að þetta að vera fúll og alltaf reiður út í alltaf, það er rauninni, það er bara það að taka ekki ábyrgð á því að maður er fúll og þarf að taka til í eigin. Kemur inn í þetta einhver öfundsýki, afbrýðisemi? Sko, það eru afleiðingarnar og maður sér alltaf, sko, þetta er það sem við köllum, sko, hegðanir. Það að vera í fílu er til dæmis hegðun og sá sem er í fílu, hann er að segja, sko, mér líður illa, ég er ósáttur, ég er óánægður og hann sýnir það, sko, í staðinn fyrir að nota orð og tjáða og segja, heyrðu, ég er búinn að ákveða að vera í fílu í dag. Bara, þú veist, gefa út tilkynningu, látið mig vera, ég ætla að vera fúll í dag. Að þá fer hann að skella hurðunum og sparki í skóna í forstofunni og þegar hann kemur heim til sín á kvöldin þá segir hann, fyrsta sem hann segir, hvað, kann enginn að raða skónum hérna? Hann byrjar á svona yfirlýsingum í staðinn fyrir að koma inn og segja, herðu, ég er bara alveg miður mín. Sem væri miklu, sko, betri leið til þess að losa þá tilfinningu sem er að plaga hann. Já, og svona fullorðsleiði, svolítið barnalegt að vera svona sparka skóm og... Já, en þetta er nú kannski, þú veist, stóru samskipta vandamálin til dæmis bara í hjónaböndum og annað að það eru hegðanir og hegðanir birtast í þessu eins og í háað og látum og vera alltaf, þú veist, með puttan á lofti og ásaka og allt þetta. En Kári, svo þekkir maður, og eflaust flestir við ekki allir, fólk sem að bara í gegnum lífið er fúllynt. Já. Það er alltaf grautfúlt. Já, það hefur, já, það er rétt, já, það er til fólk sem er hundu óanægt með það að vera til og þú veist, þetta fólk hefur aldrei, sko, komist kannski hinn hluta hugafarsins, þar sem að, þú veist, ríkir bjartsýni, þar sem ríkir gleði, þar sem ríkir tilhlökkun. En er eitthvað, ég þarf að spyrja þetta er ekki gerist. Getur Heimir eitthvað leiðbeint þessum vinnum sínum? Já, þú veist, það er hérna, sko, þegar maður kemur í hópa fólki sem er kannski dapurt og fúllynt og þá er, sko, þá er gott að segja, hei strákar, hefur einhver eitthvað prófað að, sko, þú veist, upplifa tilfinninguna að hlakka til? Þú veist, og aðtóa hvort eitthvað gerist. Vegna þess að eða vantar tilhlökkun í líf okkar, þá vantar auðvitað alla von. Og sko, von er andstæða vonleysis. Þannig að þetta eru hlutir sem venjast í okkar lífi, þeir venjast í okkar fari og þar af leiðandi þarf maður að venja sig af þeim og venja sig síðan á nýja hluti. Fúllynt er semst ekki erfðafræði. Nei. En þú ætlar að taka fólki gegnum námskeið sem þú heldur? Já, ég kenni 2 ára á ári, sko, hvernig hægt er að breyta venjum í lífi sínu og losa upp erfiðar, sko, hegðanir, til dæmis eins og að vera fúll, vera óánægður, vera með lítið sjálfstraust og allt þetta og hvernig maður getur þá, sem sagt, prógrammera sig upp á nýtt og byggt upp nýjar venjur, byggt upp nýjar áherslur þannig að maður hafi þá kraftinn úr sjálfum sér til þess að gera það sem maður langar að takast á í lífi. Þetta námskeið byrjar í næstu viku, 21. febrúar. Og þetta skrá sig? Já, á síðunni minni, þar er þetta að skrá sig á ckari.com. ckari.com. Bókstafurinn C og svo kari.com. Þannig að allir sem eru fúlir og leiðir og litlir í sér endilega að skella sér námskeið þeir sem vilja bara líka bara bæta sig. Gengur ekki verið. Fara á námskeið og Kára. En ég er þetta smástundir að fréttir og að þeim loknum þá kemur hún Sola til okkar. Hún er sko ekki fúl. Ó nei. I'm kind of a good girl.